Ég að keyra til þín. Ég Ryan Gosling í Drive. Ég með hanskana á. Ég finn ekki neitt, hún ekkert eins og þær. Búin að skipta gír. Veit ekki hvort að ég næ. Nei, ég veit ekki neitt. Nei, ég veit ekki neitt. Nei, ég veit ekki hvað ég vil. Já, ég hef ekki jafnað mig ennþá. En ég horfi á þig dansandi við þá. Og þú meiðir mig þá. Já, þú meiðir mig þá. Já, ég hef ekki jafnað mig ennþá. En ég horfi á þig dansandi við þá. Og þú meiðir mig þá. Já, þú meiðir mig þá. Það sem að ég hugsa ekki það sem að ég vil. Ljósum blinda mig og mig langar í frí. Langar ekki í þetta líf en ég enda alltaf á því að sitja á mig hanskana og keyra til þín. Hvað að gera, ég að koma. Veitu, hver eru þau eiginlega? Yes, þú ert ekki farin að sofa. Æ, Beggi, please, ég kyssti þig á busaballi 2003. Nennirðu að gleyma þessu, ekki koma. Ég að keyra til þín. Ég Ryan Gosling í Drive. Hanskana á mér, ég finn ekki neitt. Hún ekkert eins og þær. Búin að skipta gír. Veit ekki hvort að ég næ. Nei, ég veit ekki neitt. Nei, ég veit ekki neitt. Nei, ég veit ekki hvað ég vil. Já, ég hef ekki jafnað mig ennþá. En ég horfi á þig dansandi við þá. Og þú meiðir mig þá. Já, þú meiðir mig þá. Já, ég hef ekki jafnað mig ennþá. En ég horfi á þig dansandi við þá. Og þú meiðir mig þá. Já, þú meiðir mig þá. Já, þú meiðir mig þá. Já, góða kvöldið og velkomin krakkar, það er Busaball og árið er 2003. Vonandi er þið í feeling, ég er í feeling, ég heiti Rikki G og ég ætla að skemmta fyrir ykkur. Hæ, má ég bjóða þér smá? Hann meiðir mig þá. Ég kann ekki svo dans. Æ, hættu þessu rugli, þú ert svo sætur. Hvort hann meiðir mig þá. Já, ég hef Kannski næsta lífi, aumingi. Hvað segir? Fuck hann átt einhver aldrei muni deg. Hún spyr mig á hverju meinast á motherfucking day. Hvernig ég ætla að breytast, fyrir allt þessi já, hvergi fucking nema. Setti samt steina á motherfucking úrið mitt, baby, þú veist ég er playa. Lifir lífinu sem þeim að dreyma, yeah. Staflaði pappi í feitin alltaf, nýsja þessi skartgrifi, ég svo bjásín, hún svo bad, hún kemur frá Paris. Og ég heiti Haraldur Jóhannesson. Veist að ég fuck í easy party, strákunni úti að catcha sér bodies. Hætti ekki Við ætlum ekkert að vera að hefja þetta neitt, við ætlum að byrja strax á orði kvöldsins. Ég myndi segja að sé hellaði á. Það er svo hellað, þetta orð. Sandra? Það er bara í raun hella, af því að orð kvöldsins er Hella! Þannig að þegar við segjum hella þá er allir að fá sér sopa af nokko. Ísköldum nokko. Hella! En já, ég ætla bara að byrja á leiðinu hlutunum. Hafið þið eitthvað heilt Drífu í Nemo, máli með það? Nei, Engin? ég hef ekkert heyrt sko. Nei, eiginlega ekki. Það var nefnilega stólið símanum hennar. Það var Rebekku rán. Já. Eða byrju, var það Ásdís í Málfó? Ásdís rán. Nei. Við getum þetta ekki, Nei, þetta var náttúrulega bara hræðilegt, en við viljum bara, það tekur fjöldan náttúrulega fólki að halda svona geggja hellaða kosningaviku.
Þetta er miklu mikilvægara en að vera kynir á vælinu. Því við kepptum á vælinu, höfðum ekki tíma, engan tíma. Kosninga, vaka, kosninga, vaka, kosninga, vaka, vaka, kosninga, vaka, kosninga, vaka, kosninga, vaka, kosninga. Já, þetta er kosninga, vaka. Sandra, hún á enga maka. Ég er með pilaðum, ég vant að klaka. Kosninga, svaka. Tell them to bring the float. Kosninga, 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 kosninga. Hannes þarf ekki að núni sinja. Kosninga vaka. Forseta, já ég ætla að kjósa einn. 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 They didn't believe in us. God did. Kosninga, 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 vaka. Ég á kosningavöku, ég hellaður, ég ætla að dansa og ég var að kjósa hver verður forseti. Ég held ég veit það. Ég að fara á kosningavöku, ég hellaður, ég ætla að dansa og ég var að kjósa hver verður forseti. Ég held ég veit það. Ég að fara á kosningavöku. Heyrðu, nei, ekki alvar. Var þetta ekki hellað? Hellað! Nei, orð kvöldsins. Mér langar eiginlega bara að skila ykkur byggarnum, strákar. Takk fyrir lánið. Já, Þú veist það lókst mikið að fyrir meta þetta. Takk fyrir þetta. Heyrðu, ég fer með þetta bara. Já, þú fer bara með þetta, en núna er náttúrulega komið að því sem allir hafa verið að bíða eftir, en það er lagafbreytingafundurinn. Yes! Er ekki allir? Yes! Hellaðir á því, ha? En við ætlum bara að bjóða Hax upp á svið og fara með lagafbreytingafundinn. Já, bara gjöru svo vel. Hvar er Hax? Heyrist í okkur? Halló. Heyrðu, jæja, er ekki allir komnir inn núna? Nei, við hingrum í 20 sekúndur.
Jæja, núna hljóta allir að vera komnir. Við skulum bara dempa okkur í fyrstu lagabreitinguna. Já, við ætlum að fara í fyrstu lagabreitinguna. Þú veit það? Herðu, jæja, bílastæða nefnd. Við hefjum bara kosningar. Ekki. Herðu, þessi... Herðu, þetta er samþykkt með 65% meirihluta. Þá förum við bara í næstu glæru. Þetta... Já. Þið lesið þetta bara, ég næði ekki að lesa þetta. Þetta er samþykkt með 64% meirihluta. Hvað segirðu? Þið með kjósa aftur núna, ég held að það sé komið aftur. Herðu, við förum bara í klassísku leiðina og þið með bara rétt upp hönd. Herðu, ef þið viljið þessa lagbreytingartillögu þá bara rétt upp hönd. Þetta er fellt, við förum í næsta. Þetta er, já, ég verða alveg að lesa þetta, já. Versló Burnout nefnd, rökstuðningur, fyrirverandi árgangur Vesturskólans finnst þetta að vera einelti á núverandi nefndum að útiloka á þau eftir útskrift. Og við 04 hræddum við þessi örlög. Þess vegna leggjum við til nefnd þar sem Burnouts frá fullan aðgang NFFI. Og þið með rétt upp hönd ef þið viljið þetta. Og þetta er samþykkt. Já, við fengum þessa lagabreytingartillögu en við því miður getum ekkert gert í þessu vegna þess að þetta tengist ekki lögunum. En þá förum við bara í næsta. Endurskýrum nefndina Vésteinar Mánar tækninefnd NFFI sem Viktorar, rökstuðningur. Það hefur verið hefð að tækninefndin heiti eftir fráfarandi formanni og þar sem að Viktor Viki Króna, Örn, núverandi formaður er að yfirgefa Versló eftir 3 ára þjónustu sem tæknimaður fyrir nemendafélagið, þá er þetta minnsta sem við getum gert til að þakka honum fyrir virkilega vel unnin störf. Og þið með rétt upp hönd, þið viljið samþykkja þetta. Komum svo að ákveða sig rétt upp hönd. Herðu, við samþykkjum þetta. 1,
Austurkórsnefndin rökstuðningur sameina alla þá sem búa í þessari risastóru götu og þið megið rétt upp hönd eða þið viljið stofna þessa nefnd. Og þetta er fellt. Tækninefnd í stjórn. Rökstuðningur tæknimenn eru bakbein skólan sem koma við nánast alla viðburði og gera þá flottar og láta drauma verða veruleika. Tækninefndin er ánefa einhver duglegasta nefnd skólans og er alltaf í samstörfum með nánast öllu stjórnarnefndum svo að tækninefnd ætti að mega vera stjórnarnefnd. Og þið megið rétt upp hönd. Og þetta er fellt. Og þetta er sama lagabreytingatillaga svo að við dembum okkur bara í þá næstu. Nokkónefnd, rökstuðningur, ég meina hver elskar ekki nokkó. Þið með réttu pöndið viljið stofna þessa nefnd. Þetta er fellt því miður. Stofnu verður ný vídeónefnd að nafni Smjörið. Rökstuðningur, smjör er betri mjólkuvara en rjóminn. Já, fullt af höndum á lofti. Þetta er samþykkt. (12:0) að stjórnarnefnd, rökstuðningur bara. Þá megið þið rétt upp hönd eða viljið þessa breytingu. Þetta er fellt. Ný nefnd, skákiðkendur skólatímans, rökstuðningur. Hvað gerður ef þú ert í leiðilegum, hvað gerirðu ef þú ert í leiðilegum tíma og vilt tefla eina svellkalda skák en hefur engan til að tefla við? Þá talar við skákiðkenda skólatímans nefndina og hún húkkar þig upp með einhverjum á sama stað og þú. Já, þetta er fellt. Ok. Bara næsta. Rístarta VF89 kantaninu, næsta er VF1. Þetta er fellt. Ok, næsta bara. Já, ok. Þetta er fellt, þetta er fellt. Aldrei sína steiktu stjórnina aftur. Það er ömurlegt og ekki fyndið. Þetta er fellt, ok. Sjáu stjórnin ekki til þess að Óttar TV-kóngur fái ekki leysibói marmara innan við 2 mánaða frá því að skólaárið byrjar, fellur stjórnin og kosið er aftur. Rökstuðningur, stjórnin stóðst ekki þessa reglu, fokk stjórnin. Því miður fellt. Nú nefnd karaoke-nefnd, rökstuðningur, því hver elskar ekki karaoke-nefnd? PS eru komnir með formenn. Þetta er fellt, ok. Vatnsbyssustríð, alla þriðjudaga og það byrjar næsta þriðjudag. Rökstuðningur, af því það er hellað. Þetta er samþykkt. Gera listó að
nefnd Nemo, rökstuðningur, við vitum öll að Nemo hefur alltaf verið og mun alltaf vera betri en Listó. Listó er einfaldlega í skugga Nemo og því telst viðeigandi að setja Listó bókstaflega í skugga Nemo. Þetta er fellt. Verslingur mánaðarins, kosningar. Rökstuðningur, við þurfum motivation til að vakna alla daga, þrauka og þjóta á göngum skólans, klífa killertröppur og halda uppi almennilegum samræðum. Við þurfum verslingur mánaðarins verðlaun til að matbúðarkort. Þetta er samþykkt. Nice. Gera það ólögmætt fyrir Ella Heims að ganga á marmarann. Rökstuðningur, hann lætur of mikið fara fyrir sér og almúgurinn er komið með nóg á honum. Takk. Þetta er samþykkt. Eðlisfræðibekkinir þurfa að sanna fram á það að þeir fari í sturtu á hverjum degi áður en þeir labba inn. Rökstuðningur, lyktin á ganginum er ekki ástæðulausu, kæru verslingar. Nei, X og Y-bekkinir eru að menga loftið okkar, sameiginlega loftið okkar. Af fyrrnefndum ástæðum finnst mér af ráðum vörn til að standa við inngang skólans og votta fyrir sturtuferð X og Y-bekkinga. Þetta er bara samþykkt. A-bekkinir læra táknmál í stað spænsku og steinhalda kjafti á mánudum. Rökstuðningur, mánudagar eru erfiðir dagar og ég þarf ekki að hafa þá erfiðari. Að hlusta á ykkur tala drepur heilaselur. Læri táknmál og eins og ég sagði, steinhaldi kjafti. Þetta er bara samþykkt. Fella íþró úr stjórnarnefndum. Rökstuðningur, íþró ber enga raunverulega ábyrgð á verkefnum sínum. Þau þurfa ekki að skila af sér neinu verkefni eins og allar hina stjórnarnefndirnar. Skemmtó þarf að halda busavíkuna og vælið, Vaffa til 9 þarf að gefa út verslunarskólablaðið. Nemo þarf að setja upp söngleik og halda ball. Málfó þarf að ráða Morfís og gættu betri þjálfara og Hanna versluvarning. Viljinn þarf að gefa út tölublöð og Listó þarf að setja upp leiksýningu. Hvað gerir íþró? Þetta er fellt. Markúsadagur. 1. mars á hverju ári skal heita Markúsadagur, þar sem verslingar finna nemenda að nafninu Markús og honum er skylt að taka sundsprett í litla vatninu við styttuna fyrir fram skólan. Rökstuðningur, fögnum Markúsnum og komandi sumri á hverju ári með glæsibrag og skemmtun. Þetta er samþykkt. Gera gefa því að stjórnarnefnd. Rökstuðningur, gerir risastóra og góða hluti, heldur með þeim skemmtilegustu vikum, safnar gríðarlegum upphæðum, vekur langmestu athygli í fjölmiðlum og kosinn besta miðstjórnarnefndin í fyrra. Þetta er fellt. Að leyfa ekki list og leikhóp að taka þátt í Nemo sem aðalhlutverk, til að leyfa fleiri að komast í leikhóp. Þetta er fellt. Byrja að selja hleðslur í matbúð, Bláa. Þetta er ekki lög en við komum til skila. Ný nefnd, Money-nefndin. Verslingar elska money, am I right? Þannig það er löngu orðið tímabært að búa til nefnd sem snýst money og aðeins money. Ég, Árni Karl Gunnarsson, myndi standa mig með prýði sem formaður Money-nefndar og ég er duglegur
að sitja fundi þar sem væri rætt allt sem tengist manni og hvað hátt sem er. Samþykkt. Þórð Guðna í titilin Hirðfífl Vestló. Já. Hann væri frábær þar. Þetta er fell. 12.0 nefndin í ár er og verður alltaf 12.0 nefnd Verslunarskólans. Því þeim langar það og íhaldssemin eða eitthvað. Þetta er fell. Jæja, þetta var síðasta lagabreytingatillagan. Jæja, núna munum við setjast saman og setja þetta allt í lögin og þið verða að passa að fylgja öllu sem var samþykkt. Þið getið farið inn á NFFI og skoða lögin ef þið viljið. En annars þökkum við bara fyrir okkur, ætlum að bjóða bara næsta lið upp á svið. Við erum að fara að sýna 12.0 þáttur okkur núna og ég vil eiginlega bara biðja minn betri helming og fellow formann upp á svið, Daniel Jóhannesson. Á meðan þá vil ég segja að ég átti hugmyndir VAF 1, mér finnst leiðiltækinn tók vel í það. Mér finnst það hljóma miklu betur en VAF 90. Og svo fannst mér countdown líka geggja, niður núna. Nei, þetta er miklu betra. Heyrðu, þið eru búin að fá nóg í dag. Heyrðu, Daniel Jóhannesson. Takk fyrir allir. Ég var ekki með tilbúið þannig ég ætla bara að bulla ykkur núna. Við erum ógeðslega spenntir að sýna þáttinn og hérna nýja lagið en það er eitt sem er stærra í þættinum og ég myndi alveg bíða trillt eftir því. Þetta intro sem við gerum núna. Ég held að það hef farið hérna cirka bát 500.000 í það. Og þú veist, það var alveg þess virði skilu út af því að, já, þið er bara til að sjá það. Takk fyrir, njótið. Hæ, það var smá seinkun á introinu þannig að við ætlum bara að láta þetta duga. Ég er Jón Logi og Óli. Já. Þetta er Aron, bara shoutout á hann. Hann er að fara bara. Þú veist, hann var bara að fara og hann er að fara að keppa morgun, bara shoutout á hann sko. Þetta er Emilia. Já. Hún gerði ekkert rosalega mikið sko. En já, við gerðum samt good shit outro í staðinn þannig að þið fá bara stay tuned af því þið fá að sjá það. Spila það smá.
Þetta er Logi sem Já, þetta er gott stöf sko. Þetta er Jason. Jason. Þetta er að klippa. Ég get að missa vitið. Ég er að klippa. Síðan erum við að Halla. Þetta er formaðurinn okkar sko. Helin. The woman that I would try. Long hair, brown skin with the fat ass. Það vantar líka Birtu. Já, Birta. Sjátt á hann. Já. Hún var bara að fara. Fáinn. Kaupa bara. Og Eiður. Og síðan, ef þú tekur... Danna. Danni, hann er formaður sko. Síðan alltaf Söknu og Almar. Bara, já, rest in peace Almar og allir svo pakki. Sorry með aftur að við tókum ekki intro, það er bara búin að vera smá tímapress á okkur. Við erum samt með outro sko. Já, þannig að bara kunni sitt outro, þannig að bara en njótið þið þáttur eins. Við erum bara á klestan bara. Ég horf á þig að ég myndi. Ég meina náttúrulega ekkert hollt fyrir krakka að lenda í svona nafngreindur í svona vídeói. Einn daginn er haldið fram í þér og þann næsta bara ertu orðinn heimsfrægur fyrir það. Þetta er hann Elvar. Elvar hefur gengið gegnum meira en flestir. Þegar Elvar var aðeins 13 ára gamall, hélt kærastan hans fram hjá honum. Síðan var hann alfyrirbæri í heimsfrægu vídeói sem gerði honum ekki kleift að mæta í skóla lengur. Ég hélt fram hjá Elvari og ég sagði strax honum! Strax! Ég frétta þessu deginum áður, 3 mánuðum eftir að hún hélt fram á mér. Ég var brotinn, gæti ekki ímynda mér að mæta í skólann, ég gæti ekki hugsa mér að sjá hana og finna fyrir henni. Elvar var sendur strax í vitnavernd og þurfti að vera aleinn í bústað í Skagafirði þar sem aðeins forsetinn vissi hvar hann var. Þetta leiddi til hræðilegar afleiðingar fyrir hann Elvar. Einn daginn var ég að horfa á Breaking Bad og hugsaði með mér hvort ætti ég ekki geti gert þetta. Þannig að ég byrjaði að framleiða og neyta methamfetamín þegar ég var 14 ára. Og hef einhvern veginn ekki getað losnað frá þeim draug enn þann dag í dag. Í dag er Elvar starfsmaður á bensínstöð og eyðir frítíma sínum á bensínkaffi að leysa krossgátur og reykja metamfetamín til skiptis. Hugsaði 2 árum áður en þú setur eitthvað á netið. Þú veist aldrei hverjum mótastefni ég hætti. Oh my god! Ég get þetta ekki! Jú. Þú getur þetta. Hei! Hvað er í gangi hérna maður? Gummið mig! Já, koma, getur það með. Kona, þú getur þetta! Þú veist, handskotin, ég þetta sjálfur. Koma, getur þetta. Nei, ég get þetta ekki! Jú, getur þetta almennilega. Geltu, Kom svo! Jöfusins. Úrrumir, getur þetta sjálfur. Já, svona. Já. Búm, baby. Já. Elsku baddi mitt. Yeah. Já, verið velkomin í Allt til alls. Ég er Atlas Atli og það vantar nú heldur betur ekki upp á þáttinn í kvöld. En gesturinn okkar í kvöld er engin annar en frumkvöðullinn, athafnamaðurinn, byggingaverkfræðingurinn og einnig var hann í markasteymi á N1-mótinu.
bjóðu velkominn Jóhannes. Já, komdu sæll og takk fyrir að koma. Hvað ert annars búinn að vera að bralla? Já, eftir hoppukastalaslys við Akureyri hef ég bara svolítið verið að vinna í öðru fólki. Já, en hvað meinarðu með því? Þau koma til mín og veit ekki alveg hvernig á að líða og ég segi þeim hvaða tilfinninga það er að finna. Já, vel gert. Var samt ekki hann bróðinn hann Hannes að gefa út bók einmitt sem að er í því sama, að segja hvernig fólk á að líða og svona? Hannes veit ekkert. Já, en lítill fugl tísti að mér að þú myndir svara spurningum sal líða. Ég ætla nú að geta það. Eigum við þá ekki bara að bjóða spurningar velkomnar? Hvað liggur ykkur á hjarta? Hæ Jóhannes, ég var að keyra Ártúnsbrekkuna daginn og það kom semi-gott lag á bylgjuna og ég bara vissi ekki hvernig mér átti að líða, sko. Hvernig á mér að líða? Þið eru að líða illa, við hlustum bara á exið. Ok, takk. Huge fan. Hæ Jóhannes, ég fekk auka hotwing á KFC daginn. Veist, á ég að skila ég veit ekki alveg hvernig mér á að líða. Það er heitt í helviti! En þú verður ekki þar. Þú að líða vel. Vá. Já, en þá eru allar spurningarna búnar í bil. Eða hvað? Hvernig á mér að líða að ég á bróður sem fer á allt til alls með Atla Alls og stingum hann í bakið? Ég sá þig í póló og ég sagði Hæ, YOLO. Þú varst með krúttlegt tíkó og ég spurði Viltu síkó? Þú strunsaðir út úr búðinni og ég sá hvaða leik þú spilaðir. Þú varst að spila hard to get. Ég elti hana út hverfið, ó Guð, hvað hún er erfið. Þú gafst mér sætan svip og gafst lífi mínu lit. Ég klifraði inn gluggann og sjá, þú átt hund. Ruff, 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 ruff. Ég er sammála hundur. Fyrir þig myndi ég gera allt. Ég sá þig kaupa bláan Fox og tippið mitt og Farðu skíthæll, þú ert ræfill og engum nær og ert engum kær. Guð, fyrirgefðu, ég verð stundum svo ásjúkur. Fer fram á mér, fyrirgefðu. Allt í góðu. Heyrðu, einhvern veginn verður maður að finna ástina. Já. Heyrðu, við sjáumst. Já.
one more time. Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í Dýfingar Loftræddra. Ójá. Hérna höfum við fyrsta keppandan okkar, Alfred Jónasson, en hann hefur aldrei stokkið áður af svona háu bretti, er það nokkuð? Nei, ég held nú bara alls ekki, sko. Nei, maður sér það núna bara strax á honum, hann er byrjað að skríða yfir pallinn. Mér finnst þetta nú bara ansið hugrætt hjá honum, hann er kominn heldur áleiðis. Já, ég meina sjá þetta, hann er anskoti fljótur svona með við aðra, þannig að þetta stefnir bara í 10. Nei, ég segi svona. Hann nálgast, ætlar hann að stökkva? Hann er staðinu, hann er að fara að stökkva. Hann horfir niður. Hvað er í gangi? Hann er að gera þetta er að gerast. Brettið hristist. Hvað? Ég er ekki frá því. Hann ætlar? Hann skotinn hafi það. Alla! Hvað er í gangi hérna? Alfred stekkur! Hann stekkur! Sjáu þennan mann! Hvað er í gangi hérna? Afmæli í dag, hann á afmælan Benni. Hann á afmæli í dag, hann er 4 ár í dag. Ég er 16 ára. Benedikt minn, þú ert fæddur á töfradeginum 29. febrúar. Þú veist alveg þú ert bara 4 ára. Mamma, ég er 16 ára. Benedikt, þú veist þetta er rétt. Þetta er fyndið því að hann á afmæli á hlaupaári. Risaður, stórmerkilega. Hér höfum við Scalanthropus, oftast fundin í Asíu. Gæinn sem tala bara risaður. Gæinn sem... Gæinn sem kann bara segja gæinn sem? Maðurinn sem... Nei! Þetta var fyndið því að hann átti að segja gæinn sem, ekki maðurinn. Gæinn sem þarf alltaf að útskýra sketsana. Við verðum að fara að hittast oftar. En ég verð eiginlega bara að segja þér hérna sögu. Já. Ég hitti stelpu. Yndislega stelpu og... Já. Það leið eiginlega bara því að ég... Já, þetta var svolítið skemmtilegt. Ég vaknaði daginn eftir þegar við hittumst og... Stóð bara upp og horfði aðeins út úr gluggann og... Það voru bara fuglarnir að syngja til mín, sko. Bang, 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 bang. Bang. En, já, og ég fer þannig að ætla að fá mér bara vatnssopa úr dósinni og missi dósina niður eins og einhver klaufum. Bara... Hvað meinar þau? Ég skil ekki. Nákvæmlega, ég er að segja sögu. En hún vaknar öll greið og spyr bara hvað er í gangi? Talar hann svona? Jú, hvað meinarðu? Það er svona djúpbrota? Já, nei, mér finnst bara svo eitthvað hérna, hún var bara nývaknuð og eitthvað. Já, ok. Og ég segi, ég misti bara dósina. Hún svarar mér náttúrulega bara já, ég held að þú þurfir bara að fara að koma þér heim. Talar hann í alvörinu svona? Já. Þú sagði hann þetta? Já, það var svolítið leiðilegt, sko. Já. Og, en, já, og ég fer út og opna hurðina og þar blasir við mér hundur. Og hann byrjar að gelta á mig bara. Hvað meinur þau? Bara geltandi eins og hundur. Bara Hundar gelta ekkert svona, sko. Jú. Eða kannski er þetta ný tegund bara eða eitthvað.
Já, ok. En já, sagan eftir bara það sko. Nei, bara takk fyrir kaffið. Já, bara takk sem leiðis. Þetta var geggjað. Já, þetta var mjög næs sko. Við þurfum að gera þetta aftur. Nákvæmlega. Gera þetta aftur. Þetta er stelpa. Já. Já, þetta er hún sem ég var að tala um. Borga kass ef þú katsa mig í röð. Ekki komin heim úr bænum og klukkan er á 7. Var eitthvað að gera í mínum málum. Í tómum glösum við skálum. Ég er að verða fucking crazy á þér. Því þú ert hérna að dansa svo vel. Ég er að verða fucking crazy á þér. Að dansa svo vel, gott að klúpa með mér. Ég er að verða fucking crazy á þér. Því þú ert hérna að dansa svo vel. Ég er að verða fucking crazy á þér. Að dansa svo vel, gott að klúpa með mér. Ég púla upp á bláum bíl, skvísurnar aftur í. Myndi fara á bakvið en ég fíl þessa athygli. Já, ég fer fram fyrir en hinir bíð eftir. Þeir eru svekktir því þeir komu til að horfa á mig. Segir því miður þið verði bara að mæta fyrr. Reyni að skemmta mér, kann þetta allt og vel. Allir á eftir mér, uppskriftina ég fer. Hún er crazy á mér, fílar P-B-T. Ég er að verða fucking crazy á þér. Því þú ert hérna að dansa svo vel. Ég er að verða fucking crazy á þér. Að dansa svo vel, gott að klúpa með mér. Ég er að verða fucking crazy á þér. Því þú ert hérna að dansa svo vel. Ég er að verða fucking crazy á þér. Að dansa svo vel, gott að klúpa með mér. She's got a heart made of stone and a mind that's all her own. She's got a look that could kill and a voice that gives me chills. She's the girl that I can't forget, the one that I'll always regret. She's the one that got away and I'm still stuck in yesterday. She's got a smile that's so fake and a laugh that's hard to take. She's got a way of breaking hearts and tearing lives apart. She's got a girl that I won't forget. She's the one that I'll always regret. She's the one that got away and I'm still stuck in yesterday. I know I should move on, but I can't feeling wrong. She's the one that got away, and I'm still stuck in yesterday. Yesterday. She's the girl I can't forget, that I want, a girl that I'll always regret. She's the one that got away, and I'm still stuck in yesterday.
bara að demba okkur í Vestló Óskarinn þar sem athyglisríki nær að toppa sig og við bara vonum að það fara að koma upp á skjáinn. En kannski á meðan við bíðum á að segja eitt brandara. Hvað er málið með hennan íþróbústa? Mér var ekki einu sinni boðið. Takk fyrir. Ég reyni. Bíðu, Halli, áttu ekki eitt góðana? Á meðan við bíðum. Brandari? Já. Vestló Óskarinn! Gott klapp! En heyrðu, hefur við ekki bara að byrja á fyrstu tilnefningu sem er stjórnarnefnd ársins. Og í ár voru tilnefndar Málfó, Vaff89, Listó, Íþró og Nemo. Gefum öllum gott klapp. En þið hafið kosið og sigurvegarinn er, má ég fá trommuslátt? Listó! Frábær nefnd. En við ætlum að fara yfir í næsta sem er miðstjórnarnefnd ársins. Og tilnefndar í ár eru Kókó-nefnd, 12.00, TV, Gefa-Fí og Kvasir. Hvað ætti vinni? Fáið trommuslátt, ekki? Kvasir! Næst var það hérna King of the Goons. Já, og tilnefndir eru Alma Móni, Helgi Trausti, Hilmir Ásberg, Víva Almar og Villi, og getum fengið smá trommuslátt. Og King of the Goons er Víva Almar! Já, og næst var það, já, bekkur ársins og tilnefndir voru 3. E, 3. B, 3. H, 3. E og annar A. Það var svona trommuslátt. Og bekkur ársins er 3. B. Og þá er komið að, busi ársins. Wow. Og þeir sem eru tilnefndir eru Anna Sonde, Eva Sóley, Jörri, Ari Björn og Kári Einars. Og sigurvegarinn og besti businn þá er Jörri! Köngurinn! Hann er yndislegur og sætur og allt. Hann er bara... Sjáu þetta fallega andlit maður. Já, hann er geggjaður og ég held að það kom engum á óvart. En þá förum við yfir í næsta flokk sem er skandall ársins. Og þeir skandallar sem eru tilnefndir eru Lokabæluna aflýst, Nemo Incest, Auto Dry Hump, Mjólkurkvöld, Skemmtu og Keks og forsetinn okkar góði að posta Thirst Traps á TikTok. Og besti skandall ársins er Lokabælunu aflýst. Stjórnin mín góða. En næst er það hvað? Annað en gummi ársins. Og já, þetta er alvöru kategóría. Fá við tilnefnda. Það eru Gummi P, Guðmundur Ísak, Gummi P, Guðmundur Daniel og Grumi.
og fáið trommuslátt. Og sigurvegarinn er Gummi Kíró, fáið gott klapp. Takk Ísak. Og næst er það Vídeónefnd ársins. Hvað ætlið að sé? Tilnefndir eru 12:0, NFAV TV, Rjóminn, Annállinn og Treyjan. Trommuslátt. Já! Gummi! Let's go! Annállinn! Já! Þú ert í annar, þú ert formaður 12:0. Annállinn maður, hann er geggjaður. Já, og næsti flokkur er lag ársins og tilnefnd voru Þess virði, Annálslagið, 1, 2, 3, Muffy, MR-lagið og Möflulagið. Og lag ársins er 1, 2, 3! Já! Ég og Halli ætlum að taka það fram að Sandra sá Óskarinn og við rygguðum þetta ekki þó að við út fyrir það. Já. Geggja laga samt. Já, og næsti flokkur er Fyndnasti verslingurinn og tilnefndir eru Alva Máni, Aron Ísak, Anna Sondi, Halló Danni og Aðaldís. Og fyndnasti verslingurinn er Halli og Danni. Hann riggaði þetta! Hann riggaði þetta! Ég vil taka fram, ég riggaði engu. Þegið þú, Óttar. Óttar, þú ert hellaður. Orð dagsins. Já, þetta er orð dagsins, þannig að allir með nokkuð endilega fá sér. Já, mest underrated verslingurinn. Og tilnefndir eru Saga María, Róbert Dennis, Þór Guðjóns, Sandra og Halldór Skúli. Og sigurvegarinn er Róbert Dennis! The Menace! Og svo er það Most Improved verslingur og tilnefndir þar eru Elli Hims, Emil Lorenz, Kolbeitt Kári, Freyr Þrastar og Þór Guðjóns. Og sigurinn þar er Emil Lorenz. Þetta er Emil. Ljósabekkur, hlaupabretti og gel í hárið gerir mikið. Nú er komið að minni uppáhalds og það er yngsti XD, við erum að tala um unga XD. Og tilnefndir í ár eru vissulega Salka Sigmars, Erling Edvald, Andri Klausen, Palli Puffin og Gummi P. Fáðu þið góðan trommuslátt. Klausen! Og næst er það ferð ársins. Þær voru margar og góðar. En tilnefndar eru Harry Potter ferðin, Ítalía, skíðaferðin, miðstjórnarferðin og Pólland. Fáum við trommuslátt. Ítalía tekur sigurinn. Bú! Bú! Já, og næsti flokkur er Dúó ársins og tilnefndir eru Ljósharða og Ljósharða á fyrsta ári, Rebekka og Sverrir, Gummi P og Elli, Halli og Danni og Emil Lorenz og DJ Græðurnar. Og sigurvegari Dúó ársins er Halli og Danni. Hann riggaði þetta! Kjaftaði! Þetta var emo-búningurinn sem held ég hafi siglað þessu heim. Og já. Já, og svo komum við að síðasta flokk hérna hjá okkur í dag og það er kennari ársins. Og tilnefndir eru Óli Njáll, Fannar Stæ, Kristín Dóra, Valur Gunnars og Ingunn íslensku kennari. Og sigurvegarinn er
Ingunn íslenska kennari. Já, en þá eru komið að lokum hjá okkur í Vestló Óskarnum. En núna er komin tími á að við kynnum inn bara einn virtasta meðlim NFFÍ, en það er seðlabankastjórinn hér í NFFÍ, hún Klara Schweitz. Já, hún ætlar að koma og krýna næsta seðlabankastjóra Vestló fyrir næsta skólaár. Gjörið svo vel. Gjörið góð klapp! Gott kvöld. Kæra fólk Verslunarskólans. Fyrir einmitt ári var mér veitt stærsta heiður sem ég hef upplifað í lífinu mínu. Að vernda gjaldmiðil Verslunarskólans og standa í sporum seðlabankastjóra er ekki tækifæri sem hver sem er fær í hendunar. Ég fór frá ógeðslegum busa í konu á aðeins 30 sekúndum og tók við mest krefjandi verkefni sem finnst í þessum skóla. Blóð, sviti og tár fer í þetta starf og þurfti ég að velja óbáslega vel þegar kom að því að velja nýjan arftaka. Einhvern ábyrgan, einhvern gáfaðan, einhvern meistara. Dagar, vikur og mánuðir fóru í þessa ákvörðun og stöndum við nú saman hér í sama herbergi og nýi seðlabankastjóri Verslunarskólans. Ég tilkynni með miklu stolti manninn sem tekur við að mér, en það er hann, framhersláttur, Bjarki Óttarsson! Bjarki, drullaður upp á svið! Takk fyrir. Og takk kærlega fyrir að veita mér hann heiður. Ef við ekki að klappa aðeins meira fyrir Klöru? Ha? Hún er búin að standa svo æðislega. Ég fórna lífi mínu fyrir gjaldmiðlinn. Og takk kærlega fyrir árið. Takk fyrir mig. Gleðilegt sumar.
sitja á mig hanskana og keyra til þín. Hvað að gera, ég er að koma. Veitu, hver eru þau eiginlega? Yes, þú ert ekki farin að sofa. Æ, Beggi, please, ég kyssti þig á busaballi 2003. Nennirðu að gleyma þessu, ekki koma. Ég er að keyra til þín. Ég er að eitthvað slítra upp. Ég er með hanskana á mér, finn ekki neitt. Hún er ekkert eins og það er búin að skipta gír. Veit ekki hvort að ég næ. Nei, ég veit ekki neitt. Nei, ég veit ekki neitt. Nei, ég veit ekki hvað ég vil. Já, ég hef ekki jafnað mig ennþá, en ég horfi á þig dansandi við þá, og þú meiðir mig ennþá. Já, þú meiðir mig ennþá. Já, ég hef ekki jafnað mig ennþá, en ég horfi á þig dansandi við þá, og þú meiðir mig ennþá. Já, þú meiðir mig ennþá. Já, þú meiðir mig ennþá. Já, góða kvöldið og velkomin krakkar, það er Busaball og árið er 2003. Vonandi er þið í feeling, ég er í feeling, ég heiti Rikki G og ég ætla að skemmta fyrir ykkur. Hæ, má ég bjóða þér smá bóka? Hann meiðir mig ennþá. Ég kann ekki svo dans. Æ, hættu þessi rugli, þú ert svo sætur. Hvort hann meiðir mig ennþá. Já, ég hef ekki jafnað mig ennþá, en ég horfi á þig dansandi við þá, og þú meiðir mig ennþá. Já, þú meiðir mig ennþá. Já, ég hef ekki jafnað mig ennþá, en ég horfi á þig dansandi við þá, og þú meiðir mig ennþá. Já, þú meiðir mig ennþá. Já, þú meiðir mig ennþá. Ég fór í IKEA til að skoða húsgögn. Stelpa að vinna þar og var með svaka búri. Ég fór í IKEA til að skoða húsgögn. Stelpa að vinna þar og var með svaka búri. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. Já, hún er IKEA stelpan mín. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. Já, hún er IKEA stelpan mín. Ég fór í IKEA því að Aron dró mig, kominn heim til mín ennþá með bónir. Ég fór í IKEA því að Aron dró mig, kominn heim til mín ennþá með bónir. Bónir, bónir, rónir, bónir, la 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 bónir, bónir. Bónir, 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 Fortnite bónir, Fortnite bónir. Ég fór í IKEA til að skoða húsgögn. Stelpa að vinna þar og var með svaka búri. Ég fór í IKEA til að skoða húsgögn. Stelpa að vinna þar og var með svaka búri. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. Já, hún er IKEA stelpan mín. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. Já, hún er IKEA stelpan mín. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. IKEA stelpa mín. Já, hún er IKEA stelpan mín. Þegar vísir einslag 12 eftir myrkur og ég tek að mér þessi koronuklingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur, er ég nóg fyrir ykkur? Er ég nóg þegar vísir einslag 12 eftir myrkur og ég tek að mér þessi koronuklingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur, er ég nóg fyrir ykkur? Er ég nóg? Ég veit ég eyði allt of miklum pening, já ég fuck it, ég græti alla hennan pening sjálfur. Ég er ekki ég þegar ég vinn ekki, von þessu tímabili linn ekki. En einn daginn dáðu ég dýrka mig, daginn eftir virðast hata mig. Enginn af þeim fokkin þekkir mig, hvers vegna er mér ekki sama. Ég næði sökti smá, eftir nokkra vikur,
þegar vísir einstak 12 eftir myrkur og ég tek að mér þessi kórónu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur, ég nóg fyrir ykkur? Ég nóg þegar vísir einstak 12 eftir myrkur og ég tek að mér þessi kórónu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur, ég nóg fyrir ykkur? Ég nóg. Ég opna augun, læt svo nokkra demant á mig. Fer út og græð á einu kvöldi sem græð á mánuði. En eitt partí sem ég nenni, ekki neitt að mæta í en alltaf til í penning. Hangi með drengjum sem fara ná í það sem þeim langar í en okkur langar ekki lengur sömu hlutina. Ég hrokafullur, ég veit, ég að vinna í því en ég viss að ég næði ekki smá. Eftir nokkra vikur, nokkur ár, vissi að ég myndi fara langt. Vissi að ég myndi fara langt. Vissi að ég náði sæði smá. Vissi að ég myndi fara langt. En þegar vísir einstak 12 eftir myrkur og ég tek að mér þessi kórónu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur, ég nóg fyrir ykkur? Ég nóg þegar vísir einstak 12 eftir myrkur og ég tek að mér þessi kórónu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur, ég nóg fyrir ykkur? Ég nóg. Nóg fyrir ykkur, ég nóg. Hann að leika sér með hana. Ætli hann sé að koma, hann kannski að fara. Leika sér með hana. Veit ekki hvað hún á að gera, hvern hún á að vera. Hann skrýnar hana endalaus, alltaf slökkt á símann hann þarf að. Þetta lífið sem hann kaus, alltaf slökkt á símann hann þarf að. Slepptu tökunum með hann í vasanum. Pretty boy Choco. Slepptu tökunum með því í vasanum. Þetta alltaf það sama. Dansandi við aðra, þú horfir og hann daðrar. Alltaf það sama. Hann ekkert að fela, hvað þykist hann vera. Hann skrýnar hana endalaus, alltaf slökkt á símann hann þarf að. Þetta lífið sem hann kaus, alltaf slökkt á símann hann þarf að. Pretty boy Choco. Slepptu tökunum með hann í vasanum. Pretty boy Choco. Slepptu tökunum með því í vasanum. Engin umhyggja fyrir hvort annað. Hvað ert að gera fyrir þennan fáita? Pretty boy Choco. Slepptu tökunum með hann í vasanum. Pretty boy Choco. Slepptu tökunum með því í vasanum. Pretty boy Choco. Slepptu tökunum með hann í vasanum. Pretty boy Choco. Slepptu tökunum með því í vasanum. Slepptu tökunum með því í vasanum. Hey, ertu ein eftir erfiðan dag? Því að ég man að þú skrifaðir
það allt niður á blað. Nú ertu einmana. Af hverju einmana? Þú sýndir mér margt sem að ég hefi gleymt. Nú hlýtur einhver annar. Sjóið hefst aftur eftir 2 mínútur. Allir að fara inn í sal. Sjóið hefst eftir 2 mínútur. Af hverju einmana? Því ég handa þér. Það er erfitt að sjá þig. Það er erfitt að ná í Sjóið hefst eftir 2 stuttar mínútur. Eftir þess að eina mínútur. þú og ég með stjörnunum. Það er erfitt að sjá þig. Það er erfitt að ná í mig. Já, út í glugganum. Þú og ég með stjörnunum. Man ég þá stund þegar þú varst mér hjá. Það var engin önnur kona nálægt mér þá. Nú er ég einmana. Af hverju einmana? Sýnir mér margt sem að ég hefi gleymt. Nú hlýtur einhver annar að vera með þér. Nú er ég einmana. Af hverju einmana? Því ég handa þér. Það er erfitt að sjá þig. Það er erfitt að ná í mig. Já, út í glugganum. Þú og ég með stjörnunum. Því að stundum líður mér eins og þú sért jafnvel hjá mér. Aldrei, þú og ég með stjörnunum. Það er erfitt að sjá þig. Það er erfitt að ná í mig. Já, út í glugganum. Þú og ég með stjörnunum. Það er erfitt að sjá þig. Það er erfitt að ná í mig. Já, út í glugganum. Þú og ég með stjörnunum. Allir inn í sal. Þetta er að byrja aftur. Allir inn í sal. Let's go, let's go, let's go. Hella, hella. Ég sæki dropa það í vatnið. Blue cheese var sem minni banki. Svo margt að segja, viltu sjá mig í dag, í nótt. Flýja svo fljótt, stjörnur hrapa, líður eins og Daniel Capone. Ég elskar Satan, ég vill ekki sólina fljótt. Því mér er sama, gerir þetta alla nótt, fer ekki hraðar. Busy púlið með smók, ég elskar drama. Gerir þetta fyrir hópi, mamma, pappa. Ég er að reyna að deyja í nótt, í dag, í nótt. Flýja svo fljótt, tíminn líður allt og rætt, ég liði blaga nótt. Í dag, í nótt, flýja svo fljótt, tíminn líður allt og rætt, ég liði blaga nótt. Ég það má ekki bang, inn á bankan, big
Racks, nokkuð chain sem að hanga á. Hvort tíminn er á, vilt fá það á. Ég siglandi eins og háká. Þekki stráka, þekki goons. Byssan mín feib upp og boom. Ég mun koma heim 3 en ég samt að reyna að komast út. 10 nýju fuglar sem ég kasta upp í loftið. Reyna að flýja burtu, löngu komin upp á toppinn. Byssan með sás, ég dreipa eins og fucking fossi. Ísaði mig út, ungu Daniel orðið bosskill. Í dag, í nótt, flýja svo fljótt. Tíminn líður allt og rætt, ég liði blaga nótt. Í dag, í nótt, flýja svo fljótt. Tíminn líður allt og rætt, ég liði blaga nótt. Í dag, í nótt, flýja svo fljótt. Tíminn líður allt og rætt, ég liði blaga nótt. Í dag, í nótt, flýja svo fljótt. Tíminn líður allt og rætt, ég liði blaga nótt. Ég sá ekki drópa það í vatnið. Blue cheese var sem minni banki. Svo margt að segja, viltu sjá mig í dag, í nótt. Flýja svo fljótt. Tíminn líður allt og rætt, ég liði blaga nótt. Stjörnur rápa, líður eins og Daniel Capone. Ég elska Satan, ég vill ekki sólina fljótt. Í dag, í nótt, flýja svo fljótt. Í dag, í nótt, flýja svo fljótt. Já, verið velkomin aftur. Er ekki stemning, ha? Já. Já, þið eru náttúrulega að færa mikla fórn að vera hérna í kvöld, en ekki í Laugardalshöllinni, þar sem að Backstreet Boys eru nefnilega með tónleika, en ekki örvænta, að við fengum þá einmitt hingað í kvöld og ég ætla að kynna inn Backstreet Boys! Everybody, rock your body. Everybody, rock your body right. Backstreet's back, all right. Oh, Kostikavaka, here it goes. Yeah. Now, oh my God, we're back again. Brother, sisters, everybody say. Got a question for you, I'll show you how. Got a question for you, but I answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, rock your body right. All right. Party, let me hear you scream. Cause we got it going on again. Am I the only one? Am I sexual? Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, rock your body right. Backstreet's back, right. All right.
really understand. As long as there'll be music, we'll be coming back again. Standið með steinundinni! Standið núna! Standið með steinundinni! Allir! Hey! Yeah! Hey! 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 Everybody! Yeah! Rock your body! Yeah! Everybody! Rock your body right! Backstreet's back! Alright! Everybody! Everybody! Everybody rock your body. Everybody rock your body right. Backstreet's back. All right. Erum við í hörpunni? Þetta er alveg eins. Nice shit. Yeah. Keep the check. Við erum að kynna. Og við erum velkomin á kosningavökuna. Já, þá er komið að því að við förum að séu peningamálin og sjáum hvaða nefndir er í plús og mínus. Yeah! Ekki allir spenntir yfir því? Já, við ætlum bara að bjóða hana Andreu Steinsen féhirði upp á svið að kynna. Let's go, hún er helluð! Þegar ég segi Andra þá segir Steinsen. Andra! Yeah! Góðan daginn, kæru verslingar. Núna ætla ég að kynna uppgjörið ásamt formönnum og fjármálastjórum stjórnarnefnda. En mig langar pínu að segja nokkur orð fyrst. Mig langar að þakka öllum óstjórnlega mikið fyrir að hafa safnað sér fyrir sínu og að halda þessu nemendafélagi gangandi. Ég veit að ég hef ekkert verið skemmtilegasta manneskjan þegar það kemur að ykkur að betla peninga frá mér. En í þessu uppgjöri munið þið sjá að það var allt þess virði in the end. Tölurnar sem munum koma upp eru ekki heilagar því að þessum féhirði sinni störfunum sínum alveg fram í lok maí. En hins vegar munið þessar tölur sína bara að nemendafélagi Vestló er besta og stærsta nemendafélagi á landinu. En já, ég ætla bara að byrja á uppgjörinu. Já, ég ætla að byrja bara á NFHI í heildi sinni sem er á næstu glæru. Já, sem er á næstu glæru. Og maður líta aftur. Sem sagt, gjöldin til að byrja með voru 5 milljónir í skuldir frá því fyrra. Við splæstum í íþróttreyjur fyrir nemendafélagið. Við keyptum nýja mixer fyrir Viktor og svo alla nefndir gætu átt sinn hagnað að þá áttum við að nemendafélagið borga fyrir þóknanir og þjónustugjöld. Og svo borguðum við tækni í Ljósó og svo annað eru þau sumir í skólanum elska að brjóta pingpongkúlurnar og eyðileggja stafana. Þannig það er þarna 8.440 krónur. Og í heildina eru það þó 6.106.377 krónur. Svo eru tekinnar, það eru nemendafélagsgjöldin. En það gerir það verkum að ég fæ bara í lokin 3.883.603 til þess að vinna með.
En næst ætlum við að kynna stjórnina, stjórnaruppgjör. Það stjórnavikan og gjöldin í henni voru artisti sem var Helgi Guðmunds og annar kostnaður sem var tæplega 89.000 og við vorum með styrki upp á 300.000 sem gera 211.053 krónur í hagnað. Svo það nýnemaballið og þar voru gjöldin, húsnæði, artistar, gæsla, tækni og annað kostnaður og tekjurnar voru innanskólamiðasala, utanskólamiðasala og aðrar tekjur og hagnaðurinn af ballinu var 645.323. En svo komum við að TikTok-ballinu. Þar þetta staðan. Húsnæði aftur bara sama, húsnæði, artistar, gæsla, tækni og annað kostnaður og svo lögum það kom út í mínus 1,177 milljónir. Næsta dag. Svo það kosningavikan, þessi vika. Ég er ekki búin að borga neitt í þessari viku en ég gerði ráð fyrir 105.000 tekni sem ég er ekki sem að sé rétt. En við söfnum styrkjum upp á, eða ég safnaði styrkjum upp á 145.000. Sem gerir 40.000 króna hagnað. Svo það bara annar kostnaður. Þar styrkir 200.000 krónur segi ég. Viðburður 1 sem var ekki í skólan, það voru 2.740.000 sjálfsalatekjur sem við stjórnin sjáum niður í nefndakjallaranum. Og aðra tekjur var önnur sala og svo voru gjöldin. Gjöldin voru viðburðir 1 á móti og annar kostnaður var yngist viðburðir 1 líka. En þetta gerði það verkum að við vorum með 315.000 króna hagnað út af þessu. Og þá lokað niðurstaða stjórnarinnar. Eins og þenn, þarna 34.000 krónur hagnað. Þá ætla ég að fá málþóf og ít á næstu gleru líka. Hæ. Hvað segið þið? Herru, þá komið að uppgjörinu hjá Málfó og bara, við getum vonað þannig að það ekki að verra endanum. Og já, ekki bara henda okkur í þetta. Já, þetta semst Aron, ég er Ásdís, fjármálastjóri Málfó. Við ætlum að byrja á gjöldunum, en það var Gettu betur, þjálfaralaun til Gettu betur voru samtals 1.698.000. Til Morfís þjálfara, launin þar voru 1.100.000. En Morfís hérna, unnu var því MR, sem það stærsta keppni. Svo trailer, við borgum trailer í fyrstu. Það var 30.000 kall fyrir bara, tökumann og klipping og svoleiðis. Síðan annar kostnaður. Það var bara matur fyrir liðin okkar og síðan skreytingar og síðan matur í vikunum okkar og það var 87.973 krónur. Samtals erum við þá akkurat núna í mínus 2.915.973 krónum sem við þurfum að safna. Tekjur. Við byrjuðum þetta mjög vel með back to school pakkanum. Já, voru ekki allir sem keyptu, gerir ráð fyrir. En eins og þið sjáið, þá var hagnaður 42.228 krónur! Já! Shoutout að fá 10 sem keyptu.
Já. Svo er peysusala og hagnaðurinn af henni var 1.087.100 krónur. Næst þá hendum við síðan bara í sjúkrasölu. Það er margir vildir líka ennþá peysur. Og hagnaðurinn af því var 274.300 krónur. Þannig að við erum þá stöndum í -1,5. En þetta er ekki búið. Næst hendum við í VMR-bóli. Hagnaðurinn af því var 365.560 krónur. Svo var Æl og Vestlóbólir sem var gerð með fólkmöndi og íþrótt. Það var 169.830. Og síðan vorum við svona bleika Vestlóbóli daginn og hagnaðurinn því var 103.947. Þannig að við stöndum eftir með, já, og svo styrkir sem var 495.036 krónur. Eða styrkir pluss innvextir á reikning, þannig að við erum með smá skvíðatölu. En já. Það var ennþá vantar 400.000. Næsta glæra. Síðan hendum við Metta-galla, Vestló Metta-galla. Og hagnaðurinn af því var 1.584.863 krónur. Já. Þannig, lokaniðurstöða hjá Málfó er að við erum í 1.178.861 krónu í plús. Þannig, já. Þannig að þetta endaði bara ágætlega, Svona. Já, sjúkrasala fyrir Metta-gallan er á, þið getum sagt það á þriðjudaginn, bæði. Peace! Hello, ég heiti Hekla. Ég heiti Hafrún, en ég er ekki fjármálastjóri. Embla er fjármálastjórinn okkar, hún er ekki viðstödd í kvöld. En því já, við sem bara byrja þetta. Byrjum þetta. Komum næsta glæði. Ég hérna er bara með gjöldin og tekjurnar, vonin, fretti, tölubla 1, fretti og tölubla 2 og annar kostnaður. Og svo, þetta er ekki mikið lengra en þetta, og svo bara auglýsingatekjur og aðra hluti frá því sem við söfnum. Halló? Jú, hvað er? Hvað er með? Nei, þetta er flott. Ok. Hæ, við erum Skemmtó, ég er formaður Skemmtó og þetta eru fjármálastjórnir okkar. Klöppum fyrir fjármálastjórnum. Og við ætlum að sýna ykkur uppgjör Skemmtó 22-23. Og maður fara næstu glæru. Við byrjum á 9. vikunni. Þar eru gjöldin, maturinn er 628.000, rútur 795.000, artistar 320.000 og annar kostnaður 1.381.800. Samtals erum við með 3.124.800 í gjöld. Svo koma tekjurnar. Miðasalan var 1.744.000. Takk fyrir. Styrkir 340.000 og aðrar tekjur 1.524.101 króna. Þá endum við með 484.301 krónu í tekjur. Vælið. Harpan kostaði 6,8 milljónir
Opnunaratriði var 1,5, hljómsveitin var 800, dómarar 90, annar kostnaður 260 og ýmis kostnaður 680. Miðasalan... Jæja, Elias, þú veist. Nei. Það var skemmt á sjónvarpi sem eitthvað kýldi. Já, miðasalan er á sama og kostnaður á hörpunni. Styrkir voru 895, bakfærsla frá hörpunni á 270 og aðrar tekjur voru um 1 milljón. Þannig að afkoman er milljón í mínus. Takk fyrir. Afkoman Valentinsvikunni. Má sjá það. Gjöldin voru 106.160 krónur. Má sjá tekjurnar, þær voru 426.700 krónur. Eiríkur Vestló! Þannig að við erum með hagnaði þetta Valentinsvikuna. Sjáu þetta, 320.000 krónur, 540. Jú. Loka niðurstöðu skemmta. Oppasí, má sjá. Næsta klæra. Ahaha. Það er einungis 349.159 fyrir besta væl Sögu Vestló og Eiríkur! Hanna! Og svo glæruna. Boom. Uppgjöri VAFF 89. Þetta er fjármálastjóri, Sonja. Já, hæ. Byrjum á snappinu, sem er borðspilið sem við gáum út í byrjun árs. Gjöldin okkar voru 370.000 krónur. Og við fengum styrki upp á 330.000. Nei, þannig við lentum því miður í 40.000 krónar tap. Svo var það Verslun og skólablaðið sem við vorum að gefa út bara áðan. En þetta var helviti dýr bók, dýrasta bók hingað til og hún kostaði 6 milljónir. En við náðum að safna auglýsingum upp á 6,4 milljónir, þannig við lentum í 200 krónar hagnaði! Svo er það vikan okkar. Gjöldin voru 160.000 og tekjurnar voru 190.000. Þannig við lentum í 26.000 krónar hagnaði. Lokanir... Hvað er þetta? Allavega. Já. Endum í 190.000 krónar hagnaði! Jæja, ég heiti Alli og ég var fjármálastjóri Listó. Og ég heiti Nadja og ég var formaður Listó. Já, erum við ekki bara að byrja þetta? Nei. Ok, byrjum á þessu. Herðu, já, þá dembum okkur bara í gjöldin. Já, verktakar eru ýmis laun. Það er orðið næst í 3 milljónir. Við varum að tala leikstjóra, ljósamann, smið, trailertökur og já, þetta er ekki meira. Og
Sviðsmyndin var ekki nema 30.000. Auglýsingar voru 384.000. Prentkostnaður var upp á 200.000. Og tæknibúnaðurinn 300.000. Og annar kostnaður 117.000. Þannig að við erum í mínus 3.991.174 krónur. Þá förum við bara yfir tekjurnar. Já, nemendasýningar. Já, ok, takk. Takk. Nemendasýningar miðasala verður upp á 1,4. Almenn miðasala var 3,3. Sjopputekjur voru 457.000. Takk fyrir að kaupa appelsín á sýningum. Já. Og styrki verður bara 1 milljón. Já, ok. Þá gerum það 2.246.487 krónur. Já. Já, við Skemmtó fékk Valdhúsavikuna, þannig að við tókum ekki neitt frá því. Flott, takk. Takk fyrir okkur! Komið sæl. Ég heiti Ragnar Björn. Ég er fjármálastur í Íþró og... Góðan daginn, ég heiti Guðmundur Ísak Bósson og ég er formaður í Íþró. Má ég fá Elías Óla Hilmarsson upp á svið? Alli Hips! Alli Hips! Alli Hips! Alli Hips! Já, þetta er sem sagt uppgjör Íþró árið 2022 til 2023. Yes, takk fyrir. Ok, við byrjum á BICEF. Fyrsta körbáltamót framhaldsskólana í 22 ár. Að ljósabúnaður 267.386 krónur. Það er slatti en við fangum afslátt. Gæsla 196.664 krónur. Húsnæði 120.000 krónur. Versloppi, KKI Borgarast. Og annar kostnaður 190.000 krónur sem er, þú veist, byggar, konfetti, verktakar og fleira. Þannig við erum í mínus 703.000 krónur og já, kekja. Miðasala 0 krónur! 0 krónur! Ertu enginn að borga í BICEF? Já. Við náum að redda styrki fyrir 700.000 krónur. Þannig, loka niðurstöða. BICEF var í mínus 3.000 krónum. Það er vel stoppi. Takk. Svo er komið að fótboltamóti framhaldsskólana. Það kostaði húsnæði 217.000 krónur. Artistar 15.000, vel valdnir, frábærir. Dómarar 60.000 og annar kostnaði 42.100. Þannig að við erum í mínus 334.100 krónum. Tekjur, miðasala, aftur, 0. Styrkir 350.000 og svo sjoppa 47.200. Sem þýðir að við græddum 63.100 á fótboltamóti framhaldsskólana. Þá kom að vikunum. Skraut 45.220, þetta er fyrir báða vikunar. Artistar 45.000. Tekjur, styrkir 300.000 og aðra tekjur 15.000 krónur. Sem þýðir að við grætum 224.780 krónur á 2 vikum. Sem sagt, loka niðurstaða Íþró er þá einfaldlega svo að við erum samtals í 284.830 krónar hagnaði! Sem er tífalt frá því í fyrra. Takk fyrir. Veltan var tífalt hærri heldur í fyrra og þetta er hæsta velta í sögu Íþró. Takk fyrir. Jæja, uppgjör Nemo 2022 til 2023. Heyrðu,
Störtum þetta bara á möfluvikunni. Gjöldin voru ekki drosa á, samtals enduðum í mínus 47.074 krónum í gjöldum. En tekjurnar voru alveg ágætar. Og á möfluvikunni enduðum við í 202.326 krónum í hagnaði. Ég heiti Karen og ég forma Nemo. Takk fyrir það. Það var að Nemo-ballið og þar, já, húsnæði 1.000.000, artistar 2.365.000, gæsla 1.215.000, tækni 2,2 milljónir og annar kostnaður 450.000 og þá erum við í 7,2 í mínus. Og innanskóla meðalsala var 5 milljónir og utanskóla 1,9 og þá er lokastaðan á ballinu mínus 253.200. Herri já, söngleikurinn okkar, hvar er draumurinn? Byrjum bara á gjöldum, en við borgum yfir 4 milljónir í listrarnas stjórnendur og 2 milljónir í verktaka sem er sem sagt tæknimenn og fleira. Markaðskostnaður var 480.000, tækni 3,5 milljónir, upptak á sýningunni 500.000 og annað 1.075.794 krónur. Þannig að þetta kostaði okkur 11.632.766 krónur. En tekjur! Já, takk fyrir að nemendasýningar 2,4 milljónir, almenn meðalsala 9,3 milljónir, sjopputekjurnar 305.000 og auglýsingatekjur 2,16 milljón. Samtals endur við 2,5 milljón í plús á söngleikunum okkar. Takk fyrir. Það var bara loka niðurstaða. Og Nemo er 2,5 milljón í plús! Takk fyrir! Jæja, þá er ég mætt aftur. Við ætlum að byrja að fara yfir miðstjórnarnefndir. Ég fer eiginlega yfir flest alla miðstjórnarnefndir. Þannig við ætlum að byrja bara á örkinni. Gjöldin í örkinni voru prent og annar kostnaður. En svo söfnuðu þau styrkjum upp á 458 sem gerir 50.000 krónar hagnaður í örkinni. Svo er það 12.0. Gjöldin þeirra, þau eittu peningum sínu í nefndagalla, verktaka, keyptu sound, sokka og svo annar kostnaður eins og skreytingar og fleira. Og þau söfnuðu styrkjum upp á 870.000 sem gerir 3.754 krónur í hagnað. Og ég ætla að taka fram fyrir 12.0 að þeir eru eftir að selja sokkana, þannig að það er auka tekjur fyrir þá. Góð spurning. Ég veit það ekki. 1200. 12.0, já, 1200 fyrir 12.0 sokka. Heyrðu, þá er það Vísindafélagið. Þau gáfu út Vísindablaðið og eittu 347.200 í það og aukakostnaður líka og svo söfnuðu tekjum upp á 370.000 og það er mínus 1.369 krónur. Svo er það rjóminn. Þau eittu í nefndagalla, upptökur, verktaka og annan kostnaði sem nam 427.543 krónur.
en söfnuðu sér 805.000 sem gerir í hagnað 377.457 krónur. Næst er það demo. Þau borguðu fyrir kynna, stúdíó og síðan var skreytingar sem annar kostnaður sem nam 131.000 og þau söfnuðu sér 145.000 sem gerir 13.000 krónur í hagnað. Svo er það TV. Þeir eyddu í nefndagalla og í nýjan mæk eftir að fyrrum nefnd týndi eða eyðilagði eða eitthvað við hinn. En þau söfnuðu sér 187.000 sem gera 13.210 krónur í hagnað. Örugglega í fyrsta skipti í sögu NFFÍ. Svo er það útvarpsnefnd. Þau eyddu í Vælsvikunni 185.000. Svo gerðu nefndabólag fyrir 31.000. Og í kosningavikunni eru þau búin að eyða 228.994. En þau söfnuðu sér 215.000 sem gera 230.000 í mínus. Já, svo er það kvasir. Þau voru með 4 tölublöð og eyddu þá í tölublöðin. Og síðan annan kostnað sem var 955.108 krónur samtals. En þau söfnuðu sér 1.855.000 krónum sem gera 45.000 og eitthvað í hagnað. Já, þarna 45.744. GFÍ, gjöldin hjá GFÍ voru 0 krónur en þær söfnuðu 900.000, þannig 900.000 sem fóru að sjálfsögðu til barnanna í Úkraínu. Svo er það annar kostnaður eins og uppáhaldsnefndin við grillnefnd. Eyddi í pulsur 44.000 og svo ýmis gjöld eru svona vaxtagjöld og gjöld fyrir að halda úti nffi.is og eitthvað svona. Þannig það er mínus 143.863 krónur. En veltan er 152.583.509.000 milljónir segi ég. Og afkoman er 12.430.000. Ég ætla að taka það fram að ég mun ekki skilja þennan pening allan eftir fyrir komandi skólaár. Þannig ég ætla að setja inn spurningaskjal ef þið eru með einhverja hugmyndir fyrir einhverju sem ykkur langar að halda eða gera fyrir nokkra milljónir. Heyrðu, hæ, halló, heyrðu, hæ, vinnir, hérna, það er náttúrulega mikið stress, já, heyrðu, það er náttúrulega mikið stress sem er að fara að koma núna, úrslit kosningana, en ekki örvænta, við ætlum að taka smá acoustic cover, hérna, fyrir ykkur, af frábæru lagi, bara aðeins til að róast taugarnar. Þannig að gjörið svo vel. Hann er að leika sér, ætla hann sé að koma, er hann kannski að fara, leika sér með hana, veit ekkert hvar hún á að vera, hvar hann er að
skrínar hana endalaust. Alltaf slökkt á síman ef hann þarf að hringa. Þetta lífið sem hann kaus. Alltaf slökkt á síman ef hann þarf að hringa. Pretty boy Jocko. Slepptu tökunum með hann í vasanum. Pretty boy Jocko. Slepptu tökunum með hann í vasanum. Leika sér með hana. Takk fyrir okkur! Takk fyrir okkur! Við ætlum þá bara að kynna inn Aron Atla til að tilkynna kosningarnar. Takk fyrir okkur! Hellaður, 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 hellaður! Komið sæl. Mér langar að byrja á að láta ykkur klappa fyrir Andreu Steinsen Fjeri. Halló. Fyrir ykkur sem ekki vita, þá er hún búin að standa sig gríðarlega vel í haust og vetur. En útkoman var 12 milljónir í hagnaði sem er rugglað. Við lentum í 5 milljónum í tapi síðast eða eitthvað, þannig að þetta er mikil breyting. En, já, já, ég skrifaði smá ávarp handa ykkur og já. Kæru verslingar, þetta er í síðasta skipti sem ég ávarpi ykkur sem forseti NFF. Þetta starf sem forsetinn ykkar hefur svo sannarlega verið einn mesta yfirlýsings, enda mjög stórt og verðugt verkefni. Mér langar að þakka stjórninni fyrir vel unnin störf, en þessi hópur á sérstakar stað í hjarta mínu. Og já, einnig vil ég þakka Þórðum Hagsmunós fyrir vel unnin störf í kjörnefnd, en kjörnefnd sér allt utan allt tengt þessari kosningu. En að sjálfsögðu þarf ég að þakka ykkur mest að öllu. Þetta frábæra nemendur væri ekkert án ykkar. Þannig ég vil nýta tækifærið trúlega stoltur af fullu flotta fólkinu í nemendur sem síðustu útferð það er gert. Ótrúlegum dugnaði og þreytu. Þetta ár einkenndist af viðburði eftir viðburð sem aðeins betri og betri. En ég ætla ekki að nýta tímann sem ég er upp í pontu í dag til þess að tala hversu frábært þetta ár var. Ef þið vilja heyra það, þá bendi ég ykkur á ávarpið mitt í Vesturlandsskólanum. Ég vil fá að nýta tíma minn hér í dag til þess að minna ykkur á hversu ótrúlega mikið tímamót það eru sem næsta stjórn, næsta nemendafélag stendur fram með fyrir. Nemendafélag okkar hefur aldrei átt sig jafn og hefur lengi verið það stærsta og besta á landinu, ef ekki nýta. Nú erum við 2004 árgangur að útskrifast og það eru þið, Anna og Kristofnina, sem að takir í keflinu og eru í þeirri stöðu að halda þessum nemendafélagi uppi. Og leið þarf þið gullið tækifæri til þess að setja það á ennþá hærri. NFF er á krossinu og þið eru í krossinu. Ég get fullyrt það að við frábærandi stjórn erum full af trúa. Framtíðin Vesturlandsins er í ykkar höndum. Ég er ekki bara að tala þá sem eru stjórnir,
heldur alla hérna inni. Það ekki viðburður án ykkar allra. Það ekkert leikur, engin Morfís-keppni og ekkert ball, ef þið mætið. No pun intended. Það sem tekjum við hérna frá undir ykkur. Það mun reyna á okkur. Já. Það mun reyna á okkur, en þið eru með heilan árgang sem hefur gert þetta áður. Og heyrið þið með það? Já. Þá þarf ég að... Já, einmitt, skeggja, takk Geir. Já, COVID var stórt högg fyrir NFFÍ. En ef eitthvað þá sýndi það okkur hversu sterkt það er. Hversu margar hendur eru studdar við bak þess. Ég meina, lítið á hvar við erum í dag. Komin á sama stað og áður, strax, ef ekki betri. Það er mikilvægt að nemendafélagi haldi áfram að fá að vaxa og dafna, líkt og það hefur gert síðustu ár. Því nemendafélagi okkar er ekki bara eitt annað félag út í bæ. Þetta er í alvörunni eitthvað sem margir lifa fyrir og hefur verið í marga áratugi. Mig langar að hrósa öllum frambjóðendum til stjórnar. Þið eru öll búin að standa ykkur fáránlega vel alla þessa viku og hafið öll veitt okkur í stjórn aukna trú á að nemendafélagið verði í góðum höndum, sama hvernig úrslitin fara. En líkt og í öllum kosningum eru ekki allir sem vinna og fyrir ykkur sem vinnið ekki hér í kvöld, ekki láta það einkenna ykkur. Haldið áfram að berjast. Því með dugnaði og þrautsigi komist þið langt og nemendafélagið gott dæmi um það. Í ár buðu 146 nemendur sig fram í nefndarsetu og 20 í stjórn, sem virkilega flott og aukning frá því í fyrra. En ég vil sjá þessar tölur tvöfaldast að ári liðinu. Kjörsóknin í ár sló öll met, en það voru 94% skólans eða 990 nemendur sem kusu. Þið eru annars ábyggilega komið nóg að því að þykjast hlæja af Halla og Söndur í allt kvöld og þykjast enn að hlusta á mig þar sem að ég veit að þau vilja fá að sjá það sem þið komið hingað kvöld til að sjá. En áðurinn fyrir niðurstöðu kosninga vil ég skilja ykkur eftir með nokkur vel valin orð sem ég var eitt sem sagt. Ekki bara verið betri, verið best, verið verslingar. Já, en þá komið að stóru stundinni sem þið öll biðið eftir. Við byrjum á nefndarsetu og það Íþró sem fyrst. Við ekki að fá bara fyrsta meðliminn. Maður fá trommuslátt. Það hún Ísabella Mortens með 219 atkvæði, gott klapp. Til hamingju Ísabella, þú ert fyrsti meðlimur NFFÍ 2023 til 2024. Já, þá næsti nefndarmeðlimur Íþró. Smá trommuslátt. Það hún Sóley Jóhannesdóttir með 192 atkvæði. Til hamingju Sóley. Hvað í gang, ok? Herru, nefndarmeðlimur 3 í Íþró. Og þar að leiðandi síðasti meðlimurinn hér í kvöld. Það hann Bjarki Bergmann með 167 atkvæði, til hamingju Bjarki. Þá hann Listó. Ok, ekki bara vinda okkur í þetta. Fyrsti nefndarmeðlimur Listó Kári Flossarsson með 428 atkvæði. Til hamingju Kári.
næsti nefndarmeðlimur Íþró. Listó, afsakið þetta. Og það er Rommel Ívar með 336 atkvæði. Til hamingju Rommel. Það var næsti nefndarmeðlimur, Listó. Og þar lendir síðasti, Rómusláttur. Það er hún Andrea Öst með 307 atkvæði. Til hamingju Andrea. Það eru koma Malfó. Ég bara vinda okkur í fyrsta meðlim Malfó. Það er Trómasláttur. Pálmar Stefánsson með 231 atkvæði. Til hamingju Palli. Það var næsti nefndarmeðlimur Malfó. Trómaslátt, takk. Það er Klara Svæt með 209 atkvæði. Til hamingju Klara. Það var að þriðji og síðasti nefndarmeðlimur Malfó. Það er engin annan en Viktor Sigurðsson með 187 atkvæði. Til hamingju Viktor. Það voru komið að Nemo. Fyrsti nefndarmeðlimur Nemo í ár er Auður Árnadóttir með 450 atkvæði. Til hamingju Auður. Ok, trómusláttur, takk. Næsti meðlimur Nemo er Enika Karen með 248 atkvæði. Til hamingju Enika. Það var að þriðji og síðasti nefndarmeðlimur Nemo og trómuslát, takk. Það er Þurí Reynisdóttir með 231 atkvæði. Til hamingju Þurí. Jæja, það var að koma að skemmtó. Mikil spenna þar, heyrist mér. Smá trómuslátt. Fyrsti meðlimur skemmtó árið 2003 til 2004 er Jörundur Árnason með 269 atkvæði. Til hamingju Jörri. Það var að koma nefndarmeðlimur 2 í skemmtó. Það er engin annar en Kári Björn með 243 atkvæði. Til hamingju Kári. Þriðji og síðasti nefndarmeðlimur skemmtó í ár er trómusláttur Anna María Sonde með 229 atkvæði. Til hamingju Anna. Það eru komin að Verslunarskólablaðinu. Fyrsti nefndarmeðlimur Verslunarskólablaðsins á næsta ári er trómusláttur, takk. Eva Sóley með 345 atkvæði. Til hamingju Eva. Það er komið að nefndarmeðlimur 2 í VAF 90. Mjög falleg tala. Trómusláttur, takk.
Það Ingunn Ísorena með 200 slétt atkvæði. Til hamingju Ingunn. Það að koma að síðasta nefndarmeðlimi Verslunarskólablaðsins á næsta ári. Trómuslaf takk. Það Telma Líf Sigurjónsdóttir með 162 atkvæði. Til hamingju Telma. Jæja, það að koma að síðustu stjórnarnefndinni í nefndarsetu sem fyrir yfir í stjórn. En það viljinn. Fyrsti nefndarmeðlimur Viljans trómuslátt. Saga Þórsdóttir með 345 atkvæði. Til hamingju Saga. Það að koma að nefndarmeðlimi 2 í Viljan. Það trómuslátt. Flóki Singh með 127 atkvæði. Til hamingju Flóki. Það að koma að síðasta nefndarmeðlimi í öllum stjórnarnefndum á næsta ári. Og það engin annar en Sólkatla Þöll með 126 atkvæði. Til hamingju Sólkatla. Jæja, þá allir nefndarmeðlimir komnir í alla nefndir. En þá komið að stóru stundinni. Og það stjórnin. Og við byrjum á listó. Hér hefur við fráfarandi stjórn upp á sviði sem ætlar að taka móti nýkjörinni stjórn. Og já, þið með endilega koma upp á svið. Þið sem hafa verið kjörin hér á eftir. Koma að knúsa stjórnina. Formaður listó í ár að við erum með, sem sagt, Sögu Maríu, ein í embætti, og hún þarf að ná 2/3 atkvæðina til þess að ná kjöri. Það eru 66,67%. Nær Saga kjöri. Skulum sjá til. Til hamingju Saga María. Þú ert fyrsti meðlimur stjórnar 2003 til 2004. Enn aftur klapp. Þetta svo fallegt allt saman. Skulum leyfa þeim að knúsast áður en fyrir næsta. Til að setja smá hita í leikinn þá það formaður Nemo næst. Og ekki bara vinda okkur í þetta. Í framboði hefur við Evu Júlíu Birgisdóttir. Hún þarf sömuleiðis að ná 66,67% til þess að ná kjöri. Nær Eva því. Trómuslátt takk. Til hamingju Eva Júlía Birgisdóttir. Formaður Nemo. Til hamingju. Evu, gott klapp aftur. Hér
Hér höfum við 2 meðlimi stjórnar, 2003 til 2004. En næst höfum við formann VAF 99, eða ritstjóra Verslunarskólablaðsins. VAF 90, afsækið mig. Og í framboði höfum við Sigríði Svövu Kristinsdóttir. Nær hún kjöri? Við skulum sjá. Til hamingju Sigríður Svava, þú ert næsti formaður VAF 90 og þar af leiðandi í stjórn NFFÍ 2003 til 2024. Skulum bíða eftir þið. Jæja, næst höfum við formann Málfó, eða réttara sagt Málfundafélagsins. Þar höfum við 2 í framboði og það eru Kristín Marie og Andri Klausen. Má ég fá smá trommuslátt, takk. Formaður Málfó er til hamingju Andri, þú ert næsti meðlimi stjórnar og þar af leiðandi formaður Málfundafélagsins. Yeah! Jæja. Næst höfum við. Hver er tónlistin aftur, Viktor? Með okkar í hana, hann var skemmtileg. Þarna, takk. Næst höfum við formann Williams. Og í framboði höfum við Eskil Einarsson, Nínu Ísafold og Margréti Evu. Þau ekki bara vinda okkur í þetta? Trommuslátt, takk. Formaður Williams er Nína Ísafold, til hamingju Nína. Hér upp á sviðið höfum við helminginn af nýkjörinni stjórn á komandi skólaári. Klappir þeim aftur. En næst er það formaður Íþró og í framboði höfum við Leo Ólafsson, Stefán Árna og Sögu Magnús. Yeah. Bara vinda okkur í þetta. Trommuslátt, takk. Stefán Árni Jónasson. Til hamingju Stebbi.
Skulum bíða eftir hann að koma upp á svið. Jæja, strákar. Klapp fyrir honum aftur. Ég vil taka það fram að það voru 5 atkvæði á milli Stebba og Leo. Til hamingju Stebbi. En næsta dagskrá höfum við formann Skemmtó og í framboði höfum við Báru Katrín, Aðaldís Emmu, Páll Steinar. Skulum bara vinda okkur í þetta. Formaður skemmtinefndar á komandi skólaári er Aðaldís Emma Baldursdóttir. Til hamingju Aðaldís. Þetta svo gaman, ha? Hér hefur 7 stjórnarmeðlimi á komandi skólaári. Það eru því einungis 3 embætti eftir. Þau embætti eru markaðsstjóri, féhirðir og forseti. Og við byrjum á markaðsstjórunum. Í framboði höfum við Atla Ármannsson og Ólaf Þorstein. Markaðsstjóri NFFÍ á komandi skólaári er Rómarslátt takk. Til hamingju Ólafur Þorstein. Krúttlegt. Nú höfum við aðeins 2 embætti eftir og það er féhirðir og forseti. En við byrjum á féhirði. Og í framboði höfum við Kamilu Rún, Róbert Dennis og Þór Trausta. Ég vil fá trommuslátt takk. Féhirðir NFFÍ á komandi skólaári er Róbert Dennis Solomon. Til hamingju Róbert. Hér upp á sviði við hliðina á mér
höfum við 9 af 10 stjórnarmeðlimum á komandi skólaári. Við erum einungis 1 embætti eftir og það er forseti NFVI og þar af leiðandi arftaki minn. Í framboði höfum við Gunnar Mogensen, nær Gunnar Mogensen kjöri, skulum koma að því. Forseti NFVI er Gunnar Mogensen. Til hamingju Gunnar! Meiri klapp, halló, þarna. Hópknús, takk, hópknús, já. Nú eru öll embætti búin og hér upp á sviði hliðina á mér höfum við fullskipaða stjórn NFVI á komandi skólaári. Gott klapp! Vil ekki raða ykkur fallega upp svo fólk getur tekið mynd af ykkur? Er það ekki? Jú, henda tjaldinu upp. Einhver taka mynd. Viktor! Nú athöfninu hér í Blása lokið, en já, bara til hamingju í kjörin stjórn. Skemmtu ykkur fallega í kvöld, kæru verslingar. Takk fyrir mig. Hann að leika sér með hana. Ætli hann sé að koma, hann kannski að fara? Leika sér með hana. Veit ekki hvað hún á að gera, hvern hún á að vera. Skrýna hana endalaus, alltaf slökkt á síman hann þarf að. Þetta lífið sem hann kaus, alltaf slökkt á síman hann þarf að. Pretty boy Choco, sleppti
engin umhyggja fyrir hvort annað. Hvað ert að gera fyrir þennan fái dag? Pretty boy, choco. Slepptu tökunum meðan í vasanum. 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 Varð að mér finn annan stað til að sitja. Ekki spyrja hvað að frétta, ekkert skap fyrir viðtal. Ekki spyrja hver ég eða hvað ég að gera. Ég að reyna að losna við pentin, ekki dónalega. Búinn að vera rólegur og slakur í smá tíma. Ég ég svið eftir hálftíma. Ég með leið til að díla við fáita. Og mikið manni hjá mig til að lenda í fáita. Skrákarni í pakkin og senda þetta áfram. Hringja í hann, hitta svo á hann. Hætti ekki fyrir en að vasandi klárast og þú tekist ekki eitthvað alvöru ástand. Talja, nóg að gera, fara að velja. Velja, alla velja þessa sana. Talja, nóg að gera, fara að velja. Velja, alla velja þessa sana. Vinir mínir stundar glæpi, ekki ég sem bara væpi. Var að sækja með eina vinnu, smoka J og fá með pillu. Litlu stykk og ég var rændur, Óli Stilli eru frændur. Ekki fara heim að sofa, vanta pening fyrir að móða. Ég fjarlæg mín er ferskari en flestir. Ég býð í 101, þið eru gestir. Kaupið túrista dóp, túrista prísar, túrista dóp. Með mér er stjórinn, byrðið svo Karl og ég heiti Joe. Talja, nóg að gera, fara að velja. Velja, alla velja þessa sana. Talja, nóg að gera, fara að velja. Velja, alla velja þessa sana. Þið ættuð ekki að vera að fá okkur, fullt dópi gerir stráka að fátum. Ég að dópa næði að gera sig, þeir eru bara dópa til að klára ykkur. Ljósum pæri fara að sena, ég ætti ekki að vera að dópa. Ekki hægt að vera gaman, hver að passa upp flóna. Ég í mínus og leiðin í plus, fokkt út sem að eins og þú. Sjáðu mig, sjá okkur, sjáðu þetta, sjáðu mér húliðin, sjáðu þetta, Þú ert að flexa til að gera eitthvað, ég ekki einu sinni að flexa og ég með þetta. Segist alltaf alltaf að gera sitt, en þetta ekt hvernig alltaf að gera það. Talja, nóg að gera, fara að velja. Velja, alla velja þessa sana. Talja, nóg að gera, fara að velja. Velja, alla velja þessa sana. Ég ungu fucking boss kid og gæla mín fucking boss bitch. Sem dópið fer ekki inn á klósti, hálftími sjót og pillu og brosti. Úrið mitt kallað á frosti, ég sé ekki með ostin. Þú og vinir þínir eru svona flottir. Appandi ég að það mér að það porti, Ætti ekki að tala en dóp með senni í bókinni stór. Þeir kunni ekki að dópa, þeir kunni ekki að host. Þeir kunna bara að fara heim fyrir dór, Ég ætla að svita fyrir reglurnar, ætti samt ekki því ég freka mellum að trúbi. Ég tvær hún í glas og þú drekku það X spilum út og ég skrif ekki textana. Talja, nóg að gera, fara að velja. Velja, alla velja þessa sana. Talja, nóg að gera, fara að velja. Velja, alla velja þessa sana.